Góðan daginn, velkomin á fund VFB og Vodafone um M2M. Tækin tala saman yfirskrift fundarins. Og má ég segja að umfjöllunarefni þessa fundar sé næsta bylting innan fjarskipta. Þegar ég byrjaði í mínu starfi þá fór ég fljótlega á farsímaráðstefnu og þar gat maður mjög vel séð glitta í þessa byltingu. Og nú munum við öll eftir allavega þessum nýjustu byltingum eins og farsímabyltinguna sem hefur verið ansi kröftug síðustu svona 20 ár. Það má eiginlega segja að það má kannski setja þetta í samhengi við þessar byltingar sem fjarskipti hafa staðið fyrir. Fyrst voru öll heimili tengd, það tók dálítið langan tíma. Það var milljarður heimila tengdur á 100 árum. Síðan síðustu 20 ár þá hefur heimsbyggðin verið farsímavædd. Það eru 7 milljarðar síma eða sambanda sem hefur farið út í rauninni á fólk. Og það má eiginlega segja að næsta bylting að farsímavæða tækin. Og þar erum við að tala um miklu stærri tölur, við erum að tala um og í rauninni á skömmum tíma. Við erum að tala um að spár gera ráð fyrir því að árið 2020 geti 25 til 50 milljarðar tækja verið tengd. Þannig að það ákveðin veldisvöxtur í rauninni á þessum fjölda tenginga. Og það þarf ekkert að hugsa þetta neitt mjög lengi til þess að gera sér grein fyrir að þetta mun hafa gríðarlega áhrif á líf okkar. Og við erum ekki, og jafnvel við sem störfum í þessum bransa, ekkert búin að átta okkur á því hvað þetta þýðir allt saman. En leið að maður sest niður, hvort sem í sínum atvinnugeira eða bara heima hjá sér, og fer að hugsa hvað getur komið SIM-kort í, hvernig getur þjónustur framtíðarinnar sem byggja á þessari tækni, hvernig getur hagkvæmni batnað í fyrirtækjarekstri og svo framvegis, þá opnast fyrir manni algjörlega nýr heimur. Og svona hugmyndin með þessum fundi í rauninni að fá yfirmann Vodafone Evrópu til þess að segja okkur hvað að gerast í þessum heimi, hversu langt erum við komin og hvert erum við að fara. En Vodafone í rauninni leiðtogi á markaði í þessu, hefur fjárfest mjög mikið í M2M og meðal annars með samninga SIM-kortavæðingu í rauninni stórs hluta af bílaflota heimsins, en frá árinu 2018, sem kannski sýnir hvað þetta stutt í þetta, það lögbundið í Evrópusambandinu að allir bílar sem framleiddir verða og seldir innan Evrópusambandsins verða með SIM-kort. Þannig að það bara mjög stutt í það að allir nýjir bílar verða með SIM-kort og þá verða einhvers konar þjónustur sem munu spretta upp í því. Við höfum átt í góðu samstarfi við Vodafone alþjóðlega þessi mál, bæði bara hvert stefnir og það hvers megi vænta. Það hefur verið eitt mjög skemmtilegt samstarf milli í rauninni okkar með stuðningi Vodafone grúppunnar, Controlant og Icelandair Cargo, þar sem í rauninni hefur verið að setja SIM-kort í mælitæki fyrir fisk, þar sem fylgst með í rauninni í rauntíma þegar að tækið í farsímasambandi, hvernig hitastigið sé á fisknum og hvernig meðhöndlun sé á fisknum. Og þarna hægt að skapa mikið virði með því að koma í veg fyrir að fiskurinn hittni of mikið og svo framvegis, sérstaklega ef hann á leiðinni í sushi eða eitthvað gott á japönskum veitingastað í London. Þannig að það auðvelt að hugsa sér hver virðissköpunin verður þarna. En eins og ég segi, hugmyndin hjá okkur og VFB svona að byrja bara aðeins að skapa í rauninni vitund þetta, vegna þess að þetta eitthvað sem fyrirtæki þurfa að fara að hugsa Í pallborðinu hérna á eftir verða Aðalheiður Pálmadóttir frá Controlant, Gunnar Sigurðsson frá Icelandair Cargo og Þorvaldur Sveinsson frá Vodafone.
þau þekkja þetta verkefni vel og í rauninni hafa innsýn inn í þessa þróun og þarna dæmi fyrirtæki sem eru þegar farin að byrja að beita þessari tækni í sínum rekstri og en aðal ræðumaðurinn frá Vodafone, yfirmaður M2M hjá Vodafone í Evrópu and I will now switch into English. I would like to welcome Mr. Cyril Deschanel, the head of M2M Europe with Vodafone Group. As a veteran in the area and as a veteran in this area and market leader in the industry, he will give us valuable insights into the market pulse and what development we should expect in the future. And I really look forward to it. So, with no further ado, Cyril, the floor is yours. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. Gohodin Dayan, correct? Sorry, my Icelandic is really limited, so I will continue in English. So first, I would like to thank you, Vodafone Iceland colleagues and VIB, to invite me for that conference. I really enjoy it. It's my first time to come in Iceland, so I'm really excited to meet so many people today. We had already a nice meeting with a customer yesterday, Controlant, that's been mentioned, I think, by Stefan. We have, I'm French, so if you don't understand my English, don't worry, it's just because I'm French. We are good at exporting wine and food, but we are not good at English accent, so don't worry. You don't have to worry about that. As Vodafone, we created 6 years ago a dedicated M2M organization because we felt there was a trend coming with this machine-to-machine world. And all started by the vision we had together with the management team. The vision was simple. We thought that everybody, every machine, everything will be connected in the future in order to transform lives and businesses. Meaning the technology connecting things will improve the lives and improve the businesses. And I think the vision was quite good because 6 years after, the market is happening already, but the future is even bigger than what is happening today. So today I will show you what's happening, but I will also show you what is going to happen in the future. Was our vision correct? Let's look at what the analysts in the M2M world are saying about the machine-to-machine. If you join all the M2M top analysts in the world, what they are saying about the future of the things connected is a couple of numbers. First, they estimate about 25 billion connected things in the world. It includes pure machine-to-machine and consumer machine-to-machine, of course, but it's quite a big number. In terms of number of cars that will be connected, about 250 million cars will be connected. Today, we are only around 20 million only. So there is a big improvement in the next 5 years in terms of number of cars connected. The number of data, huge. 50 trillion gigabytes. We call it a yottabyte for your information if you don't know it. And in terms of benefits for the economy, we think the machine-to-machine will bring around 2 billion to the economy worldwide. So 2015 is only the beginning of what we call the next industrial revolution. For example, General Electric CEO calls it the industrial internet. It's another way to call machine-to-machine as well. You probably heard also of Internet of Things as well, as a more trendy expression now. Now, Vodafone by itself has decided also to conduct its own survey towards 650 executives in the world, and we call it the barometer. So every year we conduct a survey to major executives across the verticals, across the region, in order to ask them how do they see M2M for their company. And the results are quite surprising and really positive and encouraging for us. For example, 50% of the M2M adopters, so the company who already have M2M, they said that they see an ROI, return on investment, after only 12 months. 5 years ago, I remember we asked the same question. It was only 3 years. They would see the ROI about that. So the whole machine-to-machine chain has helped to bring a better competitiveness for this technology. And they see a return on investment. 83% of the adopters, they see that they gain a competitive advantage versus their competitors. So the first one who brings M2M to his company gain market share, and then the other one are following. You can see it in many, many verticals. We can have different examples. We will see some examples later on today. And 79% of the execs say that the M2M is about improving processes, not about only improving processes, but about, it's about improving processes, not about technology only.
Because technology is an enabler only. At the end, what you want is to improve your processes, reduce your costs, but also generate some new revenue, some recurrent revenue, some services. And we will come back to that. We are talking not about equipment or machine, we are talking about car as a service. Bike as a service is coming. Machine as a service, everything as a service. That's where we are going. So both the customers and analysts have the same vision. Everything will be connected in the future, and we believe strongly on that. So what has been the strategy from Vodafone? We summarize in one slide the way we are approaching our customers in the enterprise world. In the past, meaning the last 5 years, we have been driven by a project-by-project approach to our customers, meaning some engineers or some R&D department wanted to remotely manage their assets in the field, and they were asking us for SIMs. And then another one was asking also, oh, I'd like to manage the people, I'd like to manage the fleet of cars I have as well. So there are a multitude of different projects starting in different parts of the organization. Now it's totally different. It has changed. We are now addressing the market with an horizontal strategic approach, meaning we address top-down the companies because M2M is transformational for the companies. So now it's the CEO, or in large companies, the CDO, Chief Digital Officer, who are driving the M2M through the organization. They are driving it because they want one platform in order to drive all their different machine-to-machine or Internet of Things application they have. So we are not talking anymore to the technology department. We are talking really with the decision makers of the organization. And that's a big change because M2M is transformational, as I said. Now, the best way to say what is the value that M2M brings to companies is to look at some examples, and I will go through 4 customer examples in order to give you some ideas, and then I'll come back to the Vodafone proposition. I thought it was better to see how our customers are addressing M2M, and we'll also see a small video, if it works, about how the customer sees M2M. So the first customer I'd like to bring you is a car-sharing company called DriveNow. I don't know if you've heard about it. It's a joint venture between BMW and Sixt. They have created, it's the largest German car-sharing organization, but they're also present in many other countries and many cities across Europe. Why did they need a machine-to-machine? For flexibility. Today, if you don't own a car, and many friends I have, and you probably have in big cities, they don't even have a car now. What they would like to is just to have the car close to their door, drive to somewhere, and then leave the car, and don't think about it. And that's happening only if you can bring that flexibility. So the technology that could bring that to this company was machine-to-machine and the Vodafone global platform we have dedicated for this machine-to-machine application. They brought built-in connectivity inside the car in order to know exactly where is the position of the car that you left, where, how much time would you drive the car to the next point, and you will be billed through your smartphone on a single bill integrating the fuel, the insurance, and sometimes the parking. So, as we said, car as a service, here is a car sharing as a service, only one flat fee, because you can know where is the car immediately from your smartphone. Not on my phone, on myself. So the benefits of this program is that the customers have the flexibility to use the car whenever they want to. It's very simple in terms of billing. Everything is managed from the smartphone, and the car maker generates some recurrent revenue, which was not part of their business before, like BMW, for example. So a great story. All good. Yeah, let's go for the video. Oh, just before. Very spontaneous and very flexible. If you look at how customers are using DriveNow, you can see that it's a variety of use cases. For example, shopping, airport trips, and people using it for their corporate appointments in the city. When we started it, we used different providers, and we didn't use M2M SIM cards, which led to some difficulties in operation-wise. So sometimes cars didn't open, there was no network connection. If the network doesn't work, our system doesn't work. Vodafone was able to offer us the solution which we needed. Through the M2M SIM card link, we transfer objects on air, meaning that these cards allow to open and close vehicles, these cards allow to reserve a vehicle, and these cards allow to actually transfer information from the vehicle to our service. As soon as the car is not in use, we must be able to find the vehicles, wash the vehicles, and fuel up the vehicles, and it's only possible because of M2M cards in the vehicle. We are able to have a constant connection and a seamless connection to our service, and we can concentrate on certain features which enhance our product.
We bundle packages, for example, skiing area, spas, shopping centers, and we have the peace of mind to take care of the customer focus and not focus on the technical elements of our product. Vodafone has enabled us to grow, so I think the future is very exciting for DriveNow. It's only possible if you have partners on board who can, first of all, provide the service internationally or globally. Secondly, partners on board which are reliable. And thirdly, partners which can actually adapt to certain local markets, although they act globally. And that is something which we obviously found in Vodafone and the M2M product. It was actually an easy choice at the end of the day. We should not go for a second time. Even if we like it. So peace of mind, I think, is the word I would remember from that video. It's really peace of mind for the drivers we are. And I really invite you to do the test once when you go to a big city. It's really a good user experience you will have. Now let's come to a second customer example, which is a more classical one in the machine-to-machine. So probably if you're familiar with machine-to-machine, you've heard about it, but I wanted to highlight it because there is a regulation behind it. So npower is one of the 6 major utilities in United Kingdom. And they have to be compliant with the EU 2020 regulation, which targets to reduce CO2 emission. So they had a challenge to deploy 6 million meters, and they have a challenge ahead to deploy 6 million meters to connect all the homes, to connect all through the smart meters. So they needed an easy to deploy, reliable and secure solution. So they have to machine to machine in order to remotely control the smart readers. So it means on a monthly basis, they can read the meters at distance without having to go to the houses in UK, which is quite expensive as well, to send some technicians everywhere. And the customers at the end takes the benefit of it also because he has a home in-house display where he can see the consumption, the usage of his electricity. So he can monitor it and try to find ways to reduce his consumption. So at the end of the story, everybody is happy, I would say, because the final consumer like we are can monitor and reduce their energy costs, and the utility is compliant with the regulation. On top of that, they are in contact with their customer through that link between the smart meter and themselves, while in the past they didn't have communication with the customer. They were just sending a bill every 2 months, which nobody understands, by the way. But in that case, now they are in link with the customer and they can do some upselling as well. If you look at Centrica, for example, in UK, they have launched some smart heating, smart thermostat on top of their smart metering offer now. So they are trying to leverage this M2M technology to bring some new services to their customer. So if you have energy customers here, or if you are a utility, you can inspire from other utilities what they have done across the world. The third example is around parking. You probably don't know the company called Smart Parking. It's a company from New Zealand. But we have done a great project for Westminster City, which is the heart of London. To give you an idea, Westminster in London is about 41,000 parking places. It's about 500,000 cars entering every day in Westminster, about 250,000 residents, and about 46,000 businesses in that area. They have a big congestion issue. And in fact, 30% of the congestion is linked to the drivers who are looking for a parking place. Quite surprising, but it is. And if you look at the busiest period of the day, there are still 50% of the places which are empty, meaning you don't find it because you don't know where to go. So they needed a solution that allowed them to optimize and maximize the occupation of these parking places. So what they have done is they have chosen an M2M technology which consists on a wireless device which is on every single parking place, either under the parking place, either behind, and they have a Vodafone SIM in it as well, in order to send real-time data if the parking place is empty or not. Through that, they have been improving the traffic inside the Westminster, and they have been making the customers always happier, of course, because they can find more easily their parking place. So a great story, starting from a small company based in New Zealand with a project in London, so quite a nice global example of our global economy as well. The last example, which is my favorite, you probably don't know that company, it's not even written here, is called Keenan. It's an Irish company who is producing, is one of the worldwide leaders for livestock feeding machines for cows. So they manufacture machines that they deliver to the big farmers in the world.
and in order to manage the feeding of the cows. Their problem is that they have absolutely no contact with their customers. They don't offer any service on top of selling the machine. And they wanted to differentiate from their competitors. And they are based in Ireland, which is an island like here, but it's difficult to manage all your customers globally from being based in an island. So what they decided to do is to bring connectivity inside all the machines they are selling to the farmers in order to offer a comprehensive support service to their customers. So they control the feeding mix and the feeding quantity of the cows, of the farmers, at distance from the control center in Ireland. Quite unbelievable. And they have customers in 80 countries, and they control it all from Ireland. This is because of the global platform we've provided to them, where, like Controlant, they control it from one central control center, all the SIMs they have worldwide. So at the end of the story, the customer like us are happier because the cow have a better food and we have a better beef and better milk. The farmers are happier because the production of milk is better, increase of 1.75 liter per day or something like that. I don't remember exactly the statistics. And as I used to say, for the fun of it, the cow is also happier because they have a better mix of the food. So here coming back to the vision where we're saying we were transforming lives and business, here we transform the life of people, but also the life of animals that we make happier. So that was the 4 examples I wanted to mention. Now, if I try to summarize the proposition, the unique selling points of Vodafone, I would summarize it in 3 pillars. And answering the question, why Vodafone? The first one is our network. We have the largest network across the globe. We are present in 22 countries with our own operating companies, in 50 more countries through non-equity partners, like we have in Iceland. And we, of course, have agreement with all the other operators in the rest of the world. So we have a large footprint. The second one is our offering. I will not present the platform today. It's not a technical presentation today, but in summary, we have a platform which is called GDSP, Global Delivery Service Platform, which brings 5 key advantages for our customer. The first one, it's a unique portal which allows you, customers, to manage the connectivity. So you can manage the status of the SIM to be active test ready or to be live. You manage your SIM by yourself. We are not managing the connectivity. The customer manages the connectivity. So this self-service portal enables our customer to manage their connectivity globally. The second one is that it's a unique SIM. Wherever you deploy your connectivity, wherever you deploy your machine-to-machine project, you will leave the same unique reference of one SIM. So you don't have to call an operator for each country where you're deploying your business. You will have only one reference everywhere. The third one is that this global SIM enables you to roam to our competitors in case we have no coverage. So we are humble, I would say, as a company in Vodafone. If we have no coverage, but you have a critical, mission-critical application like smart health or smart payment, where you cannot allow not having coverage, then we roam to our competitors, and it's quite unique that we can do that with this global SIM. The fourth one is that we guarantee one single SLA wherever the country you deploy your project, because of the global footprint we have, and we provide also a unique price, flat price, or pay-as-you-go price, whatever you want, wherever in the world as well. It can be also regional or national, but we can also offer one. So these 5 unique selling points bring the value of our solutions. And the third one, the third block, the third pillar, is our experience. We started with 6 people when we had that vision. 6 years ago, we are now 1,300 people, dedicated M2M expert in the world. I say a global dedicated, I say, because we have some global people, but also some local people everywhere in the world in order to support our customers to deploy their machine-to-machine projects. And we have about tens of thousands of customers, and in total, 24 million M2M SIM deployed in the world, which brings us as a leader. So what the people don't know as so much from Vodafone is that on top of this managed connectivity platform that I've been talking just before, we also offer some end-to-end machine-to-machine solutions. And you can see here on the screen the entire value chain from the hardware, the sensors, the connectivity, then the cloud application, the M2M application. We have some partnerships or some in-house solutions that we can offer to our customers to deliver an end-to-end solution where the customer doesn't have to think anymore about how to integrate my SIM in my hardware, how is it integrated with my software or with my CRM or with my SAP. So with this, we can also offer some end-to-end solutions. We have not brought it yet to Iceland, but that's something
we could discuss. We have started 2 years ago our journey to offering this end-to-end solution, and we can bring you more details about that if you want. You can see some of our partners under the value chain, which goes from IT partners, SIs, smaller companies, different range of companies. Our references, I presented 4 customer cases, but of course we have many more. You can see on the bottom of the slide some different customer example we have. You can see here it's across the different verticals. You can see the automotive world, like BMW, or Jaguar Land Rover, where they use our connectivity for 2 things. To manage the emergency call, as we call it. If you have a crash, the airbag sends a message. We send a message from the airbag immediately to the control center so that the emergency can come very fast and reduce the number of deaths on the road. But also we bring internet into the car through this connectivity. And you have many other applications for the banks, for the security companies, energy companies, and so on and so on. If we look at the ranking of Vodafone from the different M2M analysts, we also always have been considered as the #1 in the world, so we are not the only one to say it, at least the analysts say the same. The most recent one, Gartner, has ranked us and recognized as the leader in what they call their magic quadrants, where they compare all the communication service providers worldwide with M2M offer today. So we are very proud of that result for the different analysts in the world. Last slide, and then I will be done. As I said, I've shown you what's happening today, what our customers doing today, but the future is bigger. As we said at the beginning, the number of machine-to-machine projects is growing and growing. Here there are some examples of the application that will come in the future. You can see some pet tracking with some colors for the pets. It can be cats or dogs, but also porks, for example. There is an application in Spain. If you know where is the best ham coming from, it's probably from Spain. They have some special porks who have to eat special food in order to bring the best ham. So they track these porks in order to bring them together and give them the right food. So nobody could think about that 10 years ago, that we would track the porks. So that's a quite nice example as well. Smart health is probably one of the big trends for the future. It's a quite high cost for hospital to manage the patients in-house, inside the hospital. So now we see some application where we remotely manage the health parameters of the health conditions of people in home. We also have the telecare applications where we, for example, elderly people who have a panic button in case they have an issue. But also now you bring some accelerometers in the devices. So if you fall off from your bed and you are older people, it will send a message automatically to an emergency call center. So the same technology you bring in the car in case of a crash, we also use it for people just falling down from their bed. So that's also coming little by little. And I think in the future we'll also have some chips with some health ID. Is it okay? Maybe I should put that down. The retail market, we see it as a future also. We need to analyze what is the behavior of the consumers when they go to a supermarket, for example. You can manage that through the M2M technology. You can manage the level of stock as well. And the smart home, you can see on the top right, is also something which has happened already in the US, not so much in Europe. It's just at the beginning of the story now, but more and more the people want to know what's happening in their home, want to be alerted if there is an issue at home, etc., etc. So the smart meter is only a small path to the smart home. So that's what I wanted to show you for the future applications. And I just would like to say thank you. And I think in Icelandic it is takk fyrir. Thank you very much. Við þökkum Cyril kærlega fyrir þetta og nú ætlum við að hafa panelumræður og ræða þetta aðeins og tengslin við Ísland. Cyril, if he could maybe borrow your speaker that worked so well. Svona tillitssemi við gestin okkar og þá vorum við reyndar ekki búin að ræða við panelin að ef einhver talar frönsku þá ætlum við að reyna það að hafa umræðan, nei ég sé svo. Við ætlum að leggja áherslu á það hér í þessum umræðum okkar að ræða það hvernig þessi tækni sem að örugglega margir hér í salnum og sem eru að horfa sem að þekkja þetta vel en kannski fleiri sem að voru að velta fyrir sér byrjuðu nú að kynna þennan fund hvað þetta eiginlega, þetta M2M og
kannski einhver hérna sem vildi bara komast að því, en umræðan hefur ekki verið mjög áberandi á Íslandi. Hún hefur kannski frekar verið undir nafninu Internet of Things og það sem við höfum verið að sjá svona læðast internetið skemmtileg myndbönd af því hvað mögulega gæti verið hægt að gera í framtíðinni með tengingum tækja. Það sem við ætlum að ræða hér í rauninni hvernig raunveruleg notkun möguleg á þessari tækni til þess að auka virði íslenskra fyrirtækja í þeirra viðskiptum. Og þess vegna frábært að vera hér með fulltrúa bæði aðalheiði frá Controlant og Gunnar frá Icelandair Cargo, til dæmis sem eru að nýta þetta og þessa þjónustu sem Þorvarður og félagar eru að bjóða upp á hjá Vodafone. Og mér langar svona til þess að koma okkur af stað að spyrja þig, Gunnar, aðeins að því það var verið að tala útflutning á fiski. Gríðarlega mikil verðmæti og fiskur marginn bransi þar sem skiptir gríðarlega miklu máli ekkert fara úrskeiðis og að gæðin séu eins mikil og sendingar séu eins fyrirsjáanlegar og mögulegt Ef þú segir okkur kannski aðeins frá því hvers vegna þið eruð að nota þessa tækni og hvernig kom þetta allt saman til? Já, kannski heyrist í mér það. Kannski bara kveikla? Já. Kveikla á þessu. Svona? Já, ok. Þetta kom þannig til að við erum búin að vera að vinna núna undanfarin ár mjög mikið í kælukeðjunni okkar sem svona svolítið, var svolítið brothætt. Það er að segja að við erum með fisk sem að fara frá vinnslu í vöruhús og þaðan út á ramp, séu hvítu kassana í Keflavík hérna fyrir utan vélarnar og þaðan inn í vélarnar og svo fljúga þær eitthvað út í heim og eftir það í raun og veru missum við svolítið stjórn á ferlinu. Það fer inn í vöruhús eitthvað út í heimi þar sem alls konar fólk og hitastig á römpunum eða á flugvallahlaðinu á erlendum flugvallum getur verið 30 gráður plús. Og svo fer þetta í ákveðið ferli inn í vöruhúsið, tekur þetta allt mjög skamman tíma og svo inn í trukka og eitthvað áfram. Það er alveg ljóst að það er ákveðið ferli í flugsferðinu er nokkuð svarthol þar sem við vitum í raun og veru ekkert hvar varan er stödd, í hvaða ástand hún er og svo framvegis. Þannig að okkar barátta hefur snúist það að reyna að halda kælingunni alla leið sem krúsíal fyrir fiskinn og þess vegna gefur þessi tækni okkur möguleika á að vakta fiskinn frá því í raun og veru textna frá því hann er reyktur eiginlega og alveg til í búðarborðið og þá getum við fylgst með því að hann sé alltaf við kjöraðstæður. Við getum tryggt að hann sé aldrei í óæskilegum hita lengur heldur en eðlilegt getur talist eða æskilegt og með því þá tryggjum við með því að vakta ferlið að ef fiskur til dæmis ef hann lendir í London Heathrow þar sem gríðarlega stór flugvöllur og margar hendur að vinna og eins og í mörgum fyrir þá misjafn sauður. Þannig að kannski ekki alltaf allir með hugann við vöruna og ef að varan er skilin eftir einhver staðar eða hún er ekki sótt strax og er í einhver óeðlilegu umhverfi eða óæskilegu umhverfi, þá sendir þessi tækni okkur skilaboð og við getum þá haft samband við okkar aðila og hann kemur henni þá í kælingu eða þann stað sem hún á að vera. Ég trúi því að fyrsta lagi þá er þetta sjálfsögð þjónusta við kúnnan okkar. Það eru gríðarleg verðmæti og miklu meiri verðmæti í svona flutningum heldur en fólk almennt gerir sér grein fyrir. Kílóverð á fiski getur verið út úr búð $10 kílói og kannski með 3 tonn. Þannig að það þarf ekki að fjölyrða að þetta er gríðarleg verðmæti sem er að ræða. Og svo held ég bara í framtíðinni að þá er það bara skýlaus krafa neytenda að vita nákvæmlega hvernig varan þeirra var flutt, hvaða skilyrði varan þoldi og hvort það voru einhver ytri áhrif sem að geta haft áhrif á gæðunar og svo framvegis. Þannig að við teljum að það sé tvímælalaus krafa í framtíðinni að fólk fái allar þessar upplýsingar. Kúnnarnir okkar séu líka tryggir með það að þjónustan okkar sé eins og við lofum. Þess vegna förum við þessa leið og við trúum því að þetta sé það sem koma skal. Og þetta núna, bara allur íslensku fiskur fluttur út með flugi mónitorað með þessum hætti í dag? Hann er ekki allur en við erum búin að vera í þróunarferli með Vodafone núna í ár held ég og við erum svona búin að taka alla barnaveikina úr ferlinu. Við erum að búa til business case-ið, það er að segja við erum að verðleggja þjónustuna og annað. Þetta náttúrulega ekki því miður frítt en tvímælalaust hagræði og það
bara til þess að nefna það að ef að fiskur verður fyrir skemmdum á leiðinni eða hann ekki í hámarksgæðum þá fellur hann mjög hratt í verði. Þannig að virðið fyrir okkur og kúnnana okkar að geta vistunum okkar að geta tryggt að hann sé alltaf í hámarksgæðum tvímælalaust mjög mikið. Og þannig að við erum að búa til businessplan og finna út hvað við þurfum að verðleggja þessu þjónustu. Við erum búin að taka nokkuð mörg test og þau virka vel. Þannig að við erum bjartsýnir á að þetta sé bara eitthvað sem við getum farið að bjóða bara frá og með, ég segi ekki dag en morgundaginn, það alltaf mjög stutt í þetta. Og svo bara til þess að árétta það, þetta ekki bara fiskur, þetta gildir raun og veru fyrir alla vörur. Til dæmis lentum við að því við erum að tala síma, við lentum í símafyrirtæki, við lentum í því að fyrir síðustu jól að það var stolið ítrekkað iPhones í sendingu til Íslands. Ef við hefðum verið með þetta vöktunarkerfi þá hefðum við komið upp þrjótana strax. En af því að við vorum ekki með vöktunarkerfi, heldur vorum við að reyna að finna út hvað í ferli þetta gerðist. Þá tók einhverjar 4-5 sendingar að finna út hverju voru að verki og svo kom í ljós að þetta voru starfsmenn í Amsterdam inn á flugvelli. Þannig að þetta var mjög erfitt ferli að treysa en svona vöktunarkerfi hefði leyst málið strax og forðað okkur kvistum frá miklu tjóni. Aðalheiður, þetta ykkar business, mikliti. Þið eruð að skoða þessi mál hjá Control, hvernig hægt að tryggja að fylgjast með vöru og rekja hana. Þetta náttúrulega ekki gömul tækni. Það hefur verið talað það í mörg ár, ég man því einhverju 10 árum eða hvað það var, svona verið að menn voru að fantasera það getur verið gaman að geta komið einhverju fyrir í fiskikarri og menn voru að tala GPS staðsetningartæki og eitthvað slíkt en erum við í rauninni komin á þann stað að SIM-kortið bara nóg, það ódýrt og að núna verður útflutningur tryggður eins og Gunnar er að segja þessu. Við þekkjum notkun á þessari tækni í lyfjabransanum, búin að vera í nokkur ár þar og það sem skiptir gríðarlegu máli þessu rauntíma upplýsingar til þess að geta nýtt þær, til þess að geta komið í veg fyrir tjón, til þess að geta komið í veg fyrir að vöru sé stolið og til þess að gera svona corrective action. Það er að segja að þú finnur rót vandans og leiðréttir til þess að koma í veg fyrir endurtekningu á eitthvað gerist. Okkur atburður eins og til dæmis að gámur ekki undirbúinn áður en að vara hlaðinn. Hann tekinn við höfnina við -5 gráður og það hlaðið í hann lyfjum til dæmis sem geymast við 15 gráður. Og þá erum við strax með frávik og margar pakningar af því við þekkjum mest á lyfjabransanum. Þær eru ekki gerðar til þess að kæla lyfin, heldur halda þeim köldum og þá er þetta erfitt ef þetta ekki við rétt hitastig strax í upphafi. En það er gríðarlega mikilvægt að hafa rauntíma upplýsingar og SIM-kortið leysir GPS-ið af hólmi vegna þess að það gefur okkur betri tengingar. GPS leiður búin að setja vöru í kassa og inn í gám, þá veist ekki hann. En með SIM-kortið þá kemst í gegn, notar sellurnar til þess að ákvarða stöðuna eða staðsetninguna á vörunni. Þannig að eitt hitastig og annað líka staðsetning sem skiptir gríðarlegu máli. Og við erum að vinna með stórum lyfjafyrirtækjum út í heimi. Leið og þú gerir samning við einn, þá ertu komin úr því að vera í einu landi í kannski 30 lönd eða meira. Og flest stór lyfjafyrirtæki eru með markaði í öllum heiminum. Við framleiða kannski í 20 löndum en selja í 140 löndum. Þess vegna er svo gríðarlega mikilvægt að hafa SIM-kort sem virkar alls staðar og getur rómað eins og að talaði með áðan. Að ef þú ert ekki með eigin selju þá getur þú farið yfir á keppinautaselluna. Það gerir produktið uník af því að þú missir ekki tekinn. Hvernig það Þórður, nú eru þið að bjóða þessa þjónustu, það sem mér finnst vera svolítið, en finnst vera áhugavert og væri áhugavert að heyra frá þér, hvað þessi tækni stödd vegna þess að það ekki margir kannski sem að, þetta er ekki gamalt, eins og ég nefndi, eru þið í því að vera sína frumkvæði og fá fyrirtækin í þetta eða eru fyrirtækin að leita til ykkur? Það eiginlega bæði. Við náttúrulega erum fjarskiptafyrirtæki og erum í því að tengja saman hluti og það sem að M2M er að gera er að tengja saman kúnnana við þá sem að nota vörunar og það er það sem þessi tækni er svo skemmtilegt við hana. Hún er að brúa þetta bil, hún er að einhvern veginn stytta þessa boðleiðir svo svakalega og ekki bæði með þá bestun okkur í ferlum eins og Gunnar var að tala áðan, að minnka einhver sóun í einhverju kerfi, heldur hann líka að auðvelda fyrir sölu. Það sem að mér þykir mjög áhugavert er að hugsa að bestu vörurnar selja sig oft sjálfar og ef þú ert komið með tengd tæki
þar sem framleiðandinn getur verið að tala við kúnnan nánast beint, þá opnar það náttúrulega möguleika á því að auðvelda fyrir sölunni næst. Þannig þú ert búin að auðvelda þetta söluferli og kannski skera út milliliði oft eða einhvern aðila. Þetta að hafa mjög mikil svona transformational áhrif á allan heim. En það sem að skiptir ekkert síðumáli fyrir okkur hérna á Íslandi að vera í góðum samskiptum út við heiminn, og það er þar sem að við hjá Vodafone erum í alveg frábæri stöðu með okkar partnership við Vodafone Global að geta boðið upp svona lausnir eins og Global Simmi og svo framvegis, þar sem íslensk fyrirtæki geta verið að setja svona tækni með sínum vörum og senda af stað út í heim og vera vissum að það virki. Af því að allir heimurinn að leysa þetta, og hérna getum við verið að nota lausnir sem að Vodafone út í heimi sérstaklega búin að hanna fyrir svona hluti, og það á við þessa tvo iðnaði hérna sem hafa verið nefndir áðan. En hvernig það með ykkar viðskiptavin? Eru þeir að fylgjast með þessu? Eða eru það eingöngu þið og þið segið við þá, nú þjónustan okkar orðið betri vegna þess að við erum að nýta þessa tækni, við skulum fylgjast með þessu? Eða krafa hjá viðskiptavinum sjálfum, sá sem að taka við fiski að utan eða lyfjum, hann að gera kröfu það að geta fylgt vörunni? Endilega, bæði. Já, fyrst til að byrja með að við höfum verið með vöktun, eða við höfum mælt hita, en það hefur ekki verið rauntíma. Og það náttúrulega ákveðin gall á því, ef að verða tjón, þá getum við ekki gripið inn í ferlið. En núna erum við að bjóða upp á það að geta gripið inn í ferlið, sem þýðir minni tjónakostnað fyrir okkur og hærra skilaverð væntanlega fyrir okkar viðskiptavinni með betri gæðum. Þannig að leið og við erum búin að færa þessu rauk á borðið, þá kveikja það strax. Fyrir þá líka mjög mikið atriði að geta fylgst með vörunni í rauntíma frá upphafi til enda. Þeir geta bæði þá þeir að veita sínum viðskiptavinnum betri þjónustu með því að geta upplýst á hvar varan stödd, því að þetta mjög hratt ferli. Og þegar við tala ferskvöru, þá segir þessi sjálft að við viljum ekki afhenda ferskvöru eftir einhverja daga. Þetta snýst klukkutíma. Þannig að viðskiptavinnir sjá mikinn hag og hafa mikinn áhuga á þessu. Þetta auðvitað spurja þær í dag kostnað og eins og sagði, við erum að klára það, og þegar það liggur fyrir og svona samkvæmt okkar fyrstu tilfinningu, þá þetta lítilsháttar kostnaðar með verðmæti sem þetta býr til, og þetta alþekkt í lyfjabransanum að þetta virkar. Þannig að ég trúi því að þetta verði auðvelt að koma þessu á markað og þetta verði eitthvað sem orðið sjálfsagður hlutur í þessu ferli í framtíðinni. Verður þið þá að fara að nota þetta meira til dæmis, sjá þetta kargo, flytja fleiri vörur út með þessum hætti? Við ætlum okkur að ég trúi því að, eins og ég sagði, eftir einhver tíma verði þetta á öllum vörum. Allir sem eru með sendingar sem eru einhvers virði munu nota þetta. Svo bara líka munu þetta teygja sig miklu lengra það. Bara til dæmis dýraflutninga. Konunni minni, ég er alveg viss um það að hún myndi vilja vakta hundinn minn eða hundur hennar þegar hann sendur, frekar heldur en mig. Þannig að það eru mjög mikla tilfinningar í þeim flutningum. Og það er nú ekkert langt síðan að kannski munið eftir hundi sem að strauk af vellinum fyrir Keflavík, opnaði spúrið, hann hljóp út og hann var týndur í 3 daga. Félagið okkar, þetta var mikið hittamál og kostnaður við þetta ferli var gríðarlegur. Fyrir utan það að það hefði getað verið málsókn og annað sem að fylgdi í kjölfarið, eða það hefði verið eitt svona vöktunartæki á hundinu, þá hefði málið leyst á nokkrum mínútum. Ertu að tala um að setja SIM-kort í hundana? Já, bara ólina eða eitthvað. Ekki láta það að borða hana. En möguleikin eru endalausir, og eins og var bara sagt hérna áðan í fyrirlestunum að þetta á sér raun og veru engin takmark, en unga fólki í dag, ég er svo gamall, unga fólki í dag, það lifir í þessari tækni og það gerir bara kröfuna það að vita hvar vörurnar eru, alltaf. Við kannski gamla kynslóðan sættum okkur við það að fá því svör að það hafi tafist í einhverju ferli eitthvað og svo vitum við ekkert meir. En unga fólki vill bara fá að vita nákvæmlega hvað þetta á hverjum tíma, og svo verður það þannig, trúi ég, eftir einhver tíma, að ef þú ferð á veitingastað, þá viltu vita nákvæmlega hvar var hann á veit, eða fiskur, hvernig hann var flutt, hvað langt síðan og í hvað ástand hún er. Þetta er bara krafa sem er komið og er þegar komið á einhverjum stöðum. Og fyrir lyfin þá farið fram á núna það sem heitir serialization, og þú átti að geta rakið sem framleiðandi pakkninguna sem þú framleiddir í þessari verksmiðju klukkan þetta og hvert hún fór þangað til hún kemur til neytenda. Þannig að það að geta veitt þessar upplýsingar, geta safnað þessu öll á eitt stað, þetta gengur ekki í rauninni út á tækin sjálf, þetta gengur út á upplýsingarnar og hvernig við nýtum þær. Og við erum
bæði með viðskiptavinir sem gera allt sjálfir, þeir eru með búnað frá okkur, við erum með sem sagt bæði hugbúnaðinn og vélbúnaðinn þróaðan af okkur og erum að nota skýið til þess að hún nálgast upplýsingarnar í gegnum netið. En ég er líka með núna hérna 52 heilsugæslustöðvar á Íslandi sem ég vakta með þessum síma og ég get farið líka inn á Vodafone plattforminn og sendt skipanir á SIM-kortin ef það er eitthvað af því ég er að vakta bæði hitastigið á lyfjunum, þar sem eru aðalega bóluefni, mikilvægt að séu á réttum gæðum þegar börnum eru gefin bóluefni sem kannski foreldrarnir eru búin að eyða mánuðum í að ákveða hvort eigi að bólusetta barnið eða ekki og loksins er það bólusett og þá virkar ekki bóluefni af því að það getur rangt hitastig. Það er frekar krúsíal að það virki. Þannig að við erum að vakta hitastigið og við látum fólk vita á 52 stöðum á landinu ef eitthvað er af. En við erum líka að vakta búnaðinn okkar. Þannig ég vakta hvort að móðurstöðin sem að sendi búnaðinn sé í lagi. Ef hún er ekki í lagi þá get ég farið inn í líka þessum síma og sendt skilaboð og rýbúta móðurstöð til þess að vakna upp og hætta að gera hluti eða byrja að gera hluti, uppfæra förmherða á henni og alls konar hluti sem allt í gegnum bara síma. Það væri betra en iPhone 6 kannski en það er bara skjárinn sem er takmarkandi faktor, ekkert annað. Þetta er mjög góður punktur sem er svona auka virðisáhrif sem er að koma gegnum þetta allt saman. Það er mikið af gögnum að safna saman á skipulagðan hátt og gögnin hafa virði. Og öll þessi gögn sem þú ert að lýsa gæði lyfjanna og hvernig þetta er að þróast og svo framvegis hjálpa okkur svo til að halda áfram að bæta ferlinn, hjálpa kúnunum ykkar og okkar að fá auka virði út úr þessum vörum og að ofta búa til miklu meira virði en var í stakri vöru og að það byrja að tengja saman hluta af einhverju neti, hvort sem er flutningsneti eða framleiðsluneti eða einhverju kerfi og svo framvegis. Að þetta sem við kallar svona big data pælingar og slíkt. Að með þessi end-to-end þegar tækin byrja að safna gögnum og skipulagðan hátt koma þeim upp í einhver plattform eða hvað það er. Þetta eitt og sér hefur mikið virði fyrir fyrirtæki og fyrir kúnna. Ég er svolítið áhugasamur að vita þegar ný tækni er í þessu rúms að þá þarf ofta að fjárfesta í innviðum og einhvers konar tæknilegri uppbyggingu. Mér skilst að þau gögn sem verið er að senda með þessum hætti er yfirleitt ekkert sérstaklega þung. Við erum að tala einhver kilobæt svona kannski í mesta lagi. Er þá í rauninni infrastruktúrin þegar til á Íslandi? Já, ég meina hérna erum við frábært dæmi það sem að innviðinu til dæmis í 2G-kerfin sem eru kannski 8-15 ára gömul eða svo. Þetta er alltaf að endurnýja búnað og senda og svo framvegis en 2G sjálft er þarna eftir sem áður. Og það er rauninni aðra hannað til að flytja náttúrulega tal en getur auðvitað flutt gögn líka. Og hentar alveg frábærlega fyrir svona gagnalétta pakka. Því að og mikið af þessum gögnum sem er flæðað milli er svona hitastigsmæling, þetta er mjög gagnalétt, þetta er ekki vídeó. Og það sem að meira er að þegar 2G var uppalega hannað og komið upp, þá var það hannað til þess að ná onni í kjallara, onni í hús, gegnum gám og svo framvegis. Það var hannað til að penetrata mjög vel í það. Það er akkur það sem að leyfir tækninni að vera betra til þess að GPS til að trakka staði. Þýðir þetta að 2G-tæknin verður ekki lögð af? Eða þetta net myndi halda af? Aldrei og þetta er alltaf að þróast. En maður er að sjá þá persónulega svo tækni vera að ganga endurnýjun út af með þessu. Við sjáum að þessi Bandaríkjunum að einstök fylki eru hætt eða eru að hætta með 2G. Þannig að við erum komin í 3G með global. Já. Af því að það er líka eitt. Það skiptir máli hvort þú ert staðbundinn að vakta eitthvað og þarft rauntíma á það eða að þú ert með eitthvað sem er alltaf á ferðinu og getur enda út allan heim. Eins og rauntíma lokar sem við erum með eða rauntíma hitastigsskinneri sem að stóru lyfjafyrirtækin er að nota. Það byrjar kannski í verksmiðju á Ítalíu og fer til Póllands, aftur til Ítalíu, endur í Bandaríkjunum, jafnvel svo til Belgíu og Kazakstan og við erum með lista af 120 löndum sem okkar viðskiptavinur er að hefja sendinga til núna fyrir næstu viku. Og við þurfum að vera með tengingar í öllum þessu löndum. Þú veist aldrei hvað hann er á morgun. Þið eru að tala kostnað. Er þetta þannig í dag, þetta er dýrt, alltaf að segja það, er þetta þannig í dag að þetta er fyrst og fremst fyrir dýramflutning og dýrtæki? Verður þetta þannig að SIM-kortin verður það ódýr og utanum haldið og allt sem þið getur boðið upp og það ódýrt að þetta verður út allt? Hvar eru við stödd í dag? Er þetta bara á færi þeirra sem eru að flytja ódýra
svona alltaf þegar eitthvað nýtt kemur þá einhver kostnaður og þetta venja þannig að það lækkar svo, það einhvern veginn trendið en það það sem að gera þetta mögulegt til dæmis að setja svona ból utan sem hund. Þú vilt fylgjast með því að hundur sem er að koma til Íslands að hann sé í svona einhverju sóttkví eða eitthvað slíkt að til að geta trakkað hann sko, þá eru nokkur hlutir sem þurfa að koma saman sko. Það er að fjarskiptatækni þarf að vera hana og hún þarf að vera ódýr. Það er að við getum byggt á innviðum sem eru þegar. Það þarf að vera til batteri og það þarf að vera til ódýrt batteri sem er gott. Og hérna erum við að sjá framþróun í batteríum hleypa okkur þangað. Tölvutæknin og bara þeir kubbar sem eru að gera þetta þeir eru ódýrir. En þetta verður alltaf að koma saman og vera ódýrt til þess að við getum byrjað að þróa svona tækni. Og það er það sem er svo spennandi, þetta er allt að gerast akkurat núna og við erum bara rétt að sjá fyrstu svona skref tekin. Þannig að og almennt er þannig með svona hluti að verðin lækka. Þetta er eiginlega, ég sé fyrir mér þetta sé svona disruptive technology í lyfjabransanum vegna þess að það verður að borga eitthvað ákveðið fyrir gamaldags USB-loggaræta sem eru notaðir bara í bransanum og við erum að nálgast verðin á þeim. Það er að gerast hægt og hægt af því að við erum að verða betri í að þróa okkar vöru og við erum búin að optimisera hvernig loggarinn okkur er búin til svona hardverið. Við erum að ná betri samningum eftir því sem við stækkum og þá erum við að fá hagkvæmari verð á SIM-kortinu okkar til dæmis. Við erum að fá betri samninga við svona kúriera eða forvörðari ADHD, FedEx og aðra því að þetta byggir ekki bara á því að mæla eitthvað út, þú ert að koma loggarnum aftur, þannig að geta haldið áfram að vinna fyrir þig, það sem við kallar reverse logistics. Þannig að við erum líka að vinna í að optimisera það. Og með því að eftir því sem við vöxum þá kemur bara sjálfkrafa þetta economic scale. Við erum að ná hagkvæmni með því að eftir því sem við vöxum. Það network bara verður hagkvæmara og til að koma bara næstu í sömu verð og gamaldags USB-loggar. Það er það sem gerist. En við þurfum að komast þangað. Hverjir ættu að vera að nýta sér þessa tækni sem ekki gera þetta? Já, mér persónulega finnst að það eru svona ákveðnir innan sem ég finnst algjörlega persónulega steinleikja. Það eru þessi svona hita mælingar á rafmagni í hús og heitu vatn og svona, það er svona þetta smart metering. Það er nú byrjað eitthvað úti eða? Það er bara mjög komið að stað úti við það. Og maður er að sjá frábært dæmi frá Hollandi, Breitlandi, víða Þýskalandi þar sem að sko ríkið er að setja miklu kröfur á bæði orkuframleiðslu fyrirtækin og heimili að regla sig. Og þá er þetta frábær leið til þess að mæla hluti. Þegar þú mælir hluti þá getur þú byrjað að stýra það. Og þá bæði stýrir því með því að nota minna og náttúrulega lækka kostnað. Og þetta finnst mér vera einn iðnaður sem finnst mér mjög spennandi. Orkuiðnaðurinn íslenski er eitthvað byrjað að ekki að nota svona það? Eitthvað, jú. Þetta er svona ekki á alveg heildarskala. Varðandi kynningu á svona lögvöru, kannski ef ég vegna þess að þið eruð í til dæmis stíkunir hjá Icelandic Cargo eru náttúrulega að reyna að fá einhvern til að kaupa þessa þjónustu af ykkur og þarf að kosta kannski aðeins meira en þið þurfum að selja. Finnir þú fyrir því að það þurfi að fólk þurfi tækniþekkingu, að fólk þurfi að vera búið að kynna sér þetta mjög vel eða er einfalt að fá fólk til að kaupa þetta? Þú segir þetta eigi alveg að steinleikja, að fólk eigi að nýta þessa þjónustu en er þetta ennþá það nýtt að það er erfitt að fá fólk til að? Nei, ég segi það fyrst að ég skil þetta þá mun meðan maður skil þetta. Þetta er ekkert flókið. Þetta er bara eitthvað sem þú ert bara að veita upplýsingar. Hvernig kerfið fungerar eða hvernig það virkar er raun og veru eitthvað sem ég læt þau að útskýra ef það þarf, en það er enginn sem spyr það. Ég spyr ekkert það hvernig GSM-síminn minn virkar eða hvernig samskiptin fara allar heim. Ég get talað í hann og fengi skilaboð það sem þarf. Það er alveg sama þarna. Þetta er í raun og veru mjög einfalt. Þetta er vöktun og veitir upplýsingar hita, öll frávik, hvar varan er stödd. Einfalda fyrir okkur ákveðið ferli. Tryggir neytandanum að hann fær hærra verð vonandi inn í enn. Þannig að það er raun og veru það sem telur. Er samskiptin ykkar að gera þetta? Já, bara úti. Fiskur sendur frá Noregi og öðru löndum. Er bara orðið nauðsynlegt að bjóða upp á til að vera samkeppnishæfur? Ég þekki nú ekki varðandi fisk, en það eru félög að bjóða þetta, já. Delta hefur til dæmis boðið þetta innan Bandaríkjanna og þessi þjónusta bara sem nefna sem dæmi, þar er seld á einhverja $50 og ef þú ert með stóra fiskisendingu þá er það nú tiltölulega lítill kostnaður.
til að gefa dæmi og ef við erum einhvers staðar í því bili þá finnst mér þetta steinliggja og ég sé nú enga ástæðu að við séum langt frá því. Þannig að já, þetta er ekki eitthvað sem við erum að finna upp en þetta er eitthvað sem er að koma mjög hratt og við viljum vera framalega á öldunni þegar þetta kemur inn. Ég held að sé nú enginn allavega sem tengdur Íslandi að bjóða þetta í dag. Og við sjáum líka að þeir fyrirtæki sem eru að vinna með okkur eru fyrirtæki sem eru að hugsa samkeppnisforskot. Þau eru ekki að ná sér í eitthvað af því þau þurfa að mattsa. En þeir sem eru fyrstir að stökkva á bylgjunni, það þeir sem ætla að vera á undan og ætla að vera tilbúinir. Af því að krafan til staðar, eins og við segjum í lyfjabransanum gegnum reglugerðir, krafan til staðar í gegnum rétt neytenda að fá góða vöru. Og þar af leiðandi hefur það svona dómínóáhrif aftur á bak í keðjunni, í virðiskeðjunni. Nú, við verðum að við verðum að hafa viðmótið skiljanlegt fyrir notendur. Alveg svo Gunnar var að tala við viljum eftirlátum og ég lyfjafræðingur sjálf, ég ekki forritari eða neitt slíkt. Ég skil það. Og en við verðum að hlusta á kunnan og vita hvað kunnan er byggðum og geta tekið að þetta er svo mikið upplýsingum sem liggja í grunninum, geta tekið þær og sýnt þær á þann hátt sem að gagnast viðskiptunum á. Og það getur oft verið spurningum bara hvernig sýnum við eitthvað. Við getum mælt allt, en það oft aðal framþróunin í að kynna upplýsingar eða leggja þær á borð fyrir viðskiptin. Ekki að safna þeim einhvers staðar, heldur hvað þú svo að gera við þær, ekki síður. Þannig að tæki sjálft er mjög oft bara means to an end og það ekki, við erum ekki að tala tæki, við erum alltaf að tala hvað ætlum við að gera með niðurstöðuna og hvernig nýtum við þær upplýsingar til að taka betri ákvarðanir, spara peninga, eins og með fiskinn og lyfin, tjónið, hver ber ábyrgð á því til dæmis. Það mikið hittamál, við tekið mörg ár fyrir dómstólum að finna út á hver átti að bera tjónið. Það eru kannski einhverju humarhala sendið fyrir, ég veit ekki hvað, einhverja milljóna evra til Japan eða eitthvað álíka. Hver átti tjónið? Með rauntíma vöktun þá veistu það strax. Ef þú færð viðvörun og þú ferð ekki eins og nýtt tjón, að þú getur komið í veg fyrir. Þannig að einmitt þetta svona business value sem að fyrirtækin geta grætt svo mikið af því að þetta ekki tæknilaust. Þetta alltaf tæknilaust en hún orðin svo einföld og þetta svona bara virkar svo vel að það í rauninni að fyrirtækin geta bara aðeins gleymt því þurfi ekki að vita hvernig það virkar og bara byrja að hugsa hvernig geta nota þetta til þess að strömnínu sína ferla, bætt sitt samband við sína kunna og haldi bara áfram að búa til value. Og eitt í því samhengi þessi þróun sem ég að sjá núna eftir að fara á ráðstefnur og sitja alltaf með gæðafólki og meira í seinni tíð svona supply chain í lyfjabransanum. Það sem að gerast núna eða þeir sem sjá virðiskeðjuna í staðinn fyrir að það sé fólk sem veit allt logistik og síðan einhver tæknideild og þeir fá hjálp þegar þeir þurfa. Þá tæknideildin, það fara að ráða fólk með IT-bakgrunn inn í logistik. Þetta bara eins og áður þegar gæðadeildin var alltaf alveg sér. Nú ertu komið gæðin og gæðin heim í deildunum sjálfum og tæknin meira og meira að vera þannig að þú ert bara með einhvern sérfræðing sem á heima í teiminu og partur af því að velja lausnir og nýta það sem til staðar og svo framvegis. Það snýst allt í end value creation. Það snýst bara það að tryggja hámarksvirði fyrir viðskiptavininn og hafa hann ánægðan. Fyrst og fremst hafa hann ánægðan. Það versta sem þú lendir í að þrasa við viðskiptavininn eitthvað tjón sem hann álítur auðvitað að þú sést orsakavaldur að og þó að þú sést strangt til tekið ekki orsakavaldurinn þá þetta núningsferli og þetta skapar óánægju, vantraust og svo framvegis. Þannig að þetta fyrst og fremst fyrir okkur er komið í veg fyrir þetta og auðvitað búið til meira virði fyrir viðskiptavin. Og það eitt dæmi þegar þú segir þetta það er verksmiðja úti í heimi, lyfjaverksmiðja sem að stendur fyrir 80% af frávikum í hitastigsfrávikum hjá einu ákveðnu lyfjafyrirtæki. Og það verið að finna út í hvað og hver bendur á annan og það alltaf verið að kenna fyrirtækjum sem sækir lyfin og keyrir þau á höfn í Evrópu, annars staðar í Evrópu að bílarnir sé ekki nógu góðir, hitastigið ekki rétt og svo framvegis og fólk búið að eiga 2 árum í að reyna að finna út úr þessu. Með því að nota rauntímalogger þá gátum við séð að það gerðist allt á loading dock eða þar að segja í vöruhúsinu eitthvað svona tjald fyrir framan það sem pallettina stóðu áður en þær voru hlaðnar í bílinn. Tjónið gerðist alltaf áður en að lyfin fóru frá verksmiðjunni. Og þá var bara
fínt, við þurfum bara að byggja betri lotingdokk. Einhverja milljónir evra auðvitað, en þá bara búið að leysa og það er ekki lengur að kasta þessu lyfjum þegar við komum áfangastað. Já, annað dæmi hjá okkur er að við höfum verið að, það er mjög viðkvæmt í byrjun ferilsins, að fiskurinn sé rétt keldur þegar hann fer frá Íslandi. Og við erum alltaf að tala við erum að markaðsetja íslenska fisk og ef þú ert með svarta sauði í ferlinu, þá geta þeir eyðilagt gríðarlega mikið markaðstarf á mjög skömmum tíma. Fiskurinn á að vera svona kjöraðstæður 0 gráður í -1. Við höfum verið að taka við fisk í Keflavík allt upp í 15,6 gráður. Ónýt vara. Ef hún fer á markað sem íslenskur fiskur, þó að flutningsferlið okkar sé alveg fullkomið, þá byrjar einhver núningur við kunnan okkar, hann segir þið fluttuð ónýta vöru. En þá voru ekki við sem að gera það, heldur var það í raun og veru framleiðandi og í raun og veru svo sem sendi vöruna sem er í raun og veru sekur. En þetta er líka ákveðin öryggisventill fyrir okkur að við getum þá fríað okkur í svona tilfellum og í raun og veru neitað að flytja vöruna. Í þessum tilfellum þá neituðum við að flytja vöruna. Þess að segja við erum ekki að flytja ónýta vöru út á markað, bara tækja hann tilbaka. Þannig þetta er bæði öryggisventill fyrir okkur sem að minnka tjón og líka virðisauki fyrir viðstöðuna og tryggja hennar standard að vara sig alltaf við sem gæð. Og tækifæri til þess að finna rótvandas og laga. Af því við höfum alltaf áhuga að koma í veg fyrir að hlutin endurtaki sig. Við fara svona ljúka formlegri dagskrá. Mig langaði að biðja þig, Þórður, kannski að útskýra aðeins fyrir okkur við hverju við megum að búast. Og megum búast núna, Cyril var að fara yfir svona ýmislegt. Við settum inn á Facebook viðburð þessa fundar í gær myndband frá Vodafone þar sem verið er að tala svona að fer á vigtina morguninn og læknirinn svona kemur örugglega brjálaður eða svona hvernig það er, svona allar þessar mögulega tengingar. Það er kannski frekar það sem við höfum verið að tala sem Internet of Things sem svona notkun einstaklinga svo ég hef stundum notað að þegar síminn minn, þegar ég kem heim og síminn minn tengist netinu heima, að það fer svakaleg músík í gangi heima og þá verður að vita að pabbi er að koma heim. En þetta er náttúrulega bara tæki að tengja saman og hægt aðeins að hafa gaman að þessu. En hvað er það svona fyrir íslensk fyrirtæki sem við munum sjá núna næst? Hvernig hefur þessi bylting innviði sína? Var ekki Stefán að segja hversu margir milljarðar tækja? 20 milljarðar tækja fyrir 2020? 25 til 50. Hérna erum við að tala bara þessi Internet of Things tæki með þessi vogið þín sem að skamma þig fyrir að borða mikið og það allt saman og náttúrulega þessi svona iðnaðartæki, vöktun á ferlum og eitthvað svoleiðis, þannig að þetta er svona aðeins svona tveir heimar en sem að þetta tengjast. Það sem að mér persónulega þykir mjög spennandi er eitt af því sem Cyril nefndi hérna áðan, það er svona tengdir bílar. Hérna aftur erum við að sjá svona mörg mismunandi svona tækni allt í einu vera komin að stað að þú ert komin með leiðin til að hafa svona bíl eða service þjónustu, þannig að þú getur farið og panta bílinn þegar þú þarft. En á sama tíma vitum við að það var hanna sjálfkeyrandi bíl. Þetta saman býr til náttúrulega ofboðslega öflugt business model sem maður þarf eiginlega ekki að segja hvað verður, sko. Það er bara car as a service sem sjálfkeyrandi. Þetta mun algjörlega breyta bara hvernig bílaiðnaður virkar og bara breyta það í rauninni bíl er ekki lengur CAPEX fyrir OPEX. Bíl er kannski orðin eitthvað sem þú pantar til að koma fyrir fram í húsið þitt klukkan 8 á mótnana að keyra vinnuna, svo fer hann bara að keyra ferðamenn í bæinn eða eitthvað og sækir þessu aftur. Þetta hefur margþætt áhrif ekki bara á líf okkar og bara fjárhagsleg áhrif, heldur bara á uppbyggingu borga. Við þurfum í dag líklega 4 bílastæði fyrir hvern bíl, heima hjá okkur vinnunni og svo fyrir utan 2 búðir. Ef þetta verður trendið eftir ótrúlega skamman tíma, þá mun að gjörbreyta bara hvernig borgir eru uppbyggðar, hvernig skipulagið verður. Þannig að þetta er svona, og þetta er einhvern veginn svona maður snertir þetta. Þetta er ekki alveg komið en svona maður snertir það. Þannig að mér finnst þetta gríðarlega spennandi og náttúrulega fyrir okkur sem Íslendinga verandi hérna á eyju og að framleiða óbúslega flotta hluti eins og Marel eða Össur eða hversu það er sem er að framleiða vöru sem þarf svo að selja út allan heim. Og að ná að halda sambandir við kúnnuna sem að kaupa þessar vörur með góðum hætti þannig að þeir koma aftur ánægðir, þurfum við að geta að tala við þá, við þurfum að vita hvað þeir eru að upplifa og þurfum að auka ánægði þeirra að nota okkar vörur. Þannig að þetta er eitthvað sem endurtæknin leyfir okkur að gera, það er að auka þetta kúnnasamband, að skera burtu þessa milliliði sem væri hann eitthvað og svona þess. Og fyrir okkur sem lítið land í stórum heimi er þetta bara dálítið stórt mál. Við bíðum bara spennt, fylgjumst með.
Ég vil þakka ykkur í Vodafone kærlega fyrir samstarfið og ykkur fyrir að koma og taka þátt í þessu sem og Sildi Sinel hjá Vodafone Global og Stefáni Sigurðssyni forstjóra Vodafone og ykkur sem eruð að fylgjast með okkur á Web.net hér í salnum á Kirkjusandi. Takk kærlega fyrir okkur.